Hæ, Kristján heiti ég. Hér munum við fjalla áttunda kafla í innganga félagsvísindum. Þetta samfélög. Þetta kallar eiginlega á tvö vídeó út í að þetta svolítið mikið að dóti til þess að fjalla sko. Núna í fyrra vídeónu þá fjalla þróun samfélag eftir framleiðsluháttum frá upphafi mannkyns og rauninni aðeins á fyrir mannkyn og til dagsins í dag sko. Ég ætla að dúndra þessu á einu korteri. Það er svolítið merkilegt sko, og þetta er góð leið til að meta samfélög, að skoða hvernig þau funkara, eftir að skoða hvernig þau hafa þróast í getu sinni til að framleiða drasl, mat eða annað sko. En það er líka samt svo merkilegt að við erum með sko sögu mannkyns ennþá í dag. Við erum með fólk sem kannski sko að nota sömu leiði til þess að afla sér matar og gerðu fyrir þúsundum ára síðan sko. Þannig að við vitum eiginlega ekki hversu lengi þau hafa verið að þessu en mjög lengi allana. Fyrst að veiða og safnaramenn safnarar og veiðmenn þú finnur þetta alveg hjá öðrum dýrategundum að nota tól og svona, krákur og drasl eru mjög góð í að nota eitthvað svona tól til þess að ná sínu fram sko. En þetta er sko minnsta tæknistigið þar sem að þú notar eitthvað spjót eða stein og dóti eitthvað svona, eða sem að Marx nefndi frumkommunisma, ákveðin svona rómans í því þegar hver lifir frá degi til dags, næsta dags og enginn í sjálfu sér áneitt almennilega, þú átt eitthvað svona pínleiti en í rauninni eru allir frekar jafnir og það enginn áneitt þess að taka og þú ert bara svolítið að lifa í núinu. Er það ekki það sem að fólk er að reyna að upplifa núna, einhverja núvitund og eitthvað. Þetta er bara sem að fólk þekkti ekkit annað í þá dagar sko. Og ger ekki enn einhvers þar í Amazon og Afríku og eitthvað. Sumstaðar. Þetta er bara, þú safna í jörtum og veiða og þú lifa bara þar sem þau lifa sko. En þið getið ímyndað ykkur þessar takmarkanir sko. Þetta eru minna en 50 per hópur, þetta er ekki stórir hópar sem að geta funkar. Ímyndað ykkur New York borg í Bandaríkjunum þar sem að 8,5 milljón manns búa. Ef að þau væri veiði safnarar fólk og eftir 2-3 daga þá er allt inni svona ekkert rottuvandamál lengur eða kakkalaka vandamál í New York fólk er búin að borða allt sko. Eftir viku er búin að borða öll gæludýr og eftir 2 vikur þá byrja að borða hvert annað þetta gæti ekki fungerað það þarf einhvers konar þróun til þess að geta látið þetta vera verkum allara. Einhver fekk greinlega leið á því að hlaupa eftir kveikindinu til þess að borða það og ákveða bara að leyfa dýrin að þefa af sér og eitthvað svona ég er ekkert svo skeri og ég er ekki góður hirðingi og þá fóru þau bara að temja dýrin og voru bara með hjörð af dýrum sem að þau svona pössuðu upp á og þú veist á og til eitthvað svona borðu þú sér masa í fólkið í Tanzania eða Austur-Afríku þannig á nokkrum svæðum þau verða ekki landamæri og þá eru þau þú veist með sinn dýrahóp og svo taka svona boga og setja svona inn í kannski skjóta inn í æð og þá fá þau blóð sko, og sem þau blanda við mjólkina úr fólkinu sérst úr konni sko, og þá það er greinlega mjög næringaríkur drykkur ég á eftir að prófa hann já og svo þú veist er miklu meira fæðuöryggi út í að þú veist þau eru með matinn skilur tölta í kringu sig þú veist í tölulega tíma sko. Svo sem gallinn þar að þarna ertu farin að
þú er alltaf að fylgja náttúrulega hjörðinu, hjörðin bara að borða þar sem þú finnur eitthvað, svo flakkar hún og leita að þetta og maður verður bara sjálfur að flakka með, þannig að þú nærði ekkert að byggja neitt að viti, þú nærði ekkert að setjast niður að skrifa bók, skilur, þú verður alltaf að vera að flakka þetta í dýrunum, þannig að það svona mikið flakk og það voru náttúrulega svolítið svona takmarka hvað hægt að gera og búa til, sko. Allana. Svo Pálbúskapar samfélagi, þá Pállinn, það verkfæri, það er hó í Minecraft eða spilum Minecraft og það þá faraðu fyrst að rækta sjálf í jörðinni, þú veist, og þá virkar þannig að þau kveikja í einhverju svæði þar að þú veist, þannig gróðurinn þar fer burt, svo að sé pláss til þess að rækta og í öskunni eitthvað svona næringarefni og dót og þau stíka í fræin og rækta og þá allt í einu maturinn bara til þess að bíða eftir og svo uppskerað og þau borða og það næst, skilur. Þarna meira fæðuöryggi og svona og þurfa ekki endilega alltaf að hlaupa eftir dýrunni eða að vera að drepa, þú veist, og það þetta vantalega, þú veist, aukið þægindi. Og þarna ertu komið aðeins stærri samfélög eins og við hirðingjasamfélögin og pálbúskap, þeir eru reyndar á svipuðum tíma en þú veist, ok og en þarna ákveðin gallega, sko, þú ert búin að rækta, bara kveikja í draslinu svo fara að rækta á svæðinu og svo borðar skilur, og svo ertu svolítið bara búin að þurrka upp svæðið, skilur, þú getur ekkert að rækta oft á sama svæði, þú getur ekkert alltaf vera bara að kveikja í öllu og fara að rækta, skilur. Það vantar næringu þarna. Þannig að þau þurftu alltaf að svona kveikja drasslinu og rækta, flakka síðan á næsta svæði, kveikja drasslinu og rækta og svo framvegis, skilur. Þannig að þarna var ekki löng föst búseta, skilur. En ok, þau eru allan að fara þú veist, meira fæðuöryggi, þau eru farin að eiga einhverja hluti og okkur svona dót, því að meðan þú býða eftir í agrunum verið tilbúin á vantala, finnur eitthvað til dundurs þannig að fara að búa eitthvað til allana, svo kemur fyrsta mannfjölda sprengingin þar sem að þau fara að nota plógin og fara svona að stórbæta sko ræktunarskilu sko. Og þarna sem sagt plógurinn þá sem sagt svona einhvers konar öfugt verkfæri stórt sem að uxið eitthvað dró sem að gróf niður í jarðveginn og bjóð til svona, þú veist, rendur í hann og þá varst að hrófla við jarðveginum og gast ræktað, skilur, meira. Það varst ekki bara á efsta laginu að rækta, þú gast svona, þú veist, hrófla við þessu. Og það þessum tíma, það ekki tilviljun að fyrstu borgir mannlegra samfélagi voru sem sagt í kringum svona stórar ár, ég meina Nílará og þetta. Ég ekki góður í landfræði en ég nokkuð viss þetta stemmi að það alltaf einhver svona allar svona gömlu fyrstu borginnar voru í kringum svona stórar ár sko. Og þá þarftu líka svolítið að fara að byrja að plana á þetta, þú þarft að vita á einhverju tímapunkti á árunni þá flæði vatni yfir bakkana og þá þarf þau þurfum að fara að ná í vatnið og ná einhvern veginn að búa til hjáveitur til þess að koma vatninu að ögrunum og svo framvegis, sko. Þá þarf það að hafa einhvers konar tímatal og þú veist, og mannfólki náttúrulega svo skemmtilegt að það náttúrulega svo skapandi, þannig að það fer náttúrulega að búa til hluti, þú veist, og þannig að þá allt einu alls konar athafnir, þú veist, eitthvað svona hátíður og dót og svona merkilega tilviljun að í nær öllum trúarbrögðum þá alltaf einhver svona merkilegur guðlegu viðburður sem á sér stað á sama tíma í öllum samfélögum og það þú veist, páskarnir og þú veist og í desember og svona, þú veist, það tengist sólarganginum og náttúrulega hvenær flóð og fjara, eða þú veist, hvenær flæðir yfir bakka árin og svo framvegis. Og þarna eru líka, þú veist, þarna getur orðið verið á sama stað endalaust, skilur. Og því að þau eru komið hjáveitur og plógin og fann að rækta stöðut á sama staðinum og miklu meiri mat, skilur.
þannig að fjölga fólki og svona, og ég meina svo er þetta bíða eftir að jurtirnar vaxi, þá fer það að þróa þetta og svona byggja og pæla og eitthvað svona. Sama tíma skilur, þegar uppskeran, þá þarf að geyma hana einhvers staðar, skilur, þegar þú skerðu upp, sko, og þú skilur ekki eftir hveiti bara á jörðinni einhvers staðar, þá þarf að búa til ker og gera alls konar ráðstafinn til þess að geyma matinn og svona, og þá þarf að líka að skipuleggja hvenær hvað er gert og svona, þá byrjar líka, þá er landnæðið orðið mikilvægt og það er alltaf, þú ert ekki að flakka á milli, þannig að þeir sem áttu landið, þeir náttúrulega stjórnuðu öllu, það er svona komið fyrstu kongarnir og svoleiðis, og svo náttúrulega prestar sem að segja, hei, Guð vill að við förum að fara að græða þess að hjávituskurði og eitthvað svona, og svoleiðis, og einhverju kersmiðir og eitthvað svoleiðis, það er komin eitthvað svona séræfing og dót, sko. Allana, svo kemur næsta, uppgreitið er þá iðnaðarsamfélagið sem að við förum frá því að gera allt sjálf í að nota vöðvaafl í dýrum og svona, nú erum búin að skipta út vöðvaaflunni yfir í vélarafl, út í að þarna er komin sko leið til að nota gufu eða síðar olíu og gas og hita, eitthvað svona drast, til þess að knýja einhverju svona vélar sem er búin til þess að framleiða fullt af hlutum. Þannig allt innum fyrir að framleiða fullt af drasli og við erum komið svona sæmilegt mataröryggi, en þá fyrir okkur að fjölga áfram og þá fer fólk að flykkjast í borgir og því að þá þurfti ekki þetta sama fjölda á auðgrónum og svona, þá eru konur í borgir og þá allt innum komin alls konar við sem er með huga fólki sem býr á litlu svæði og sjúkdómar og glæpir og hungur og fátækt og vesinn og eitthvað svona, þá eru félagsfræðin til, og það er bara, við elskum vesinn í félagsfræðinni, og þá förum við þarna eru kóngarnir valda minni út í allt innu gat einhverju eignast fullt af hluti, við þurftum ekki sama pláss, með einhverja verksmiðju að gera hluti, þá þarf ekki endilega að eiga akurinn, skilur. Og svo kemur að loka upplýsingarsamfélagi sem er seinni hluti 20. aldarinnar, þá er búið að skipta út hugarafli fyrir stafrænt afl, skilur. Það er svolítið merkilegt, þannig að á endanum þurfum við kannski bara ekki að hugsa lengur, skilur. Og það er þá þar erum við í dag, ég meina, hvað gerum við veiðum fisk, jú, alveg í massavís, en ég meina, núna er stærsta atvinnugreinin túrismi, þar sem fólk kemur til okkar og við segja, see this mountain, there was a volcano there, money please, thank you, skilur, það er okkar það er okkar framleiðsla í dag, sko. Herru, svo er það bara næsta vídeó. Takk.